Já. Hún á afmæli í dag, hún á afmæli í dag, hún á afmæli hún Tinna, hún á afmæli í dag. Gaman að þessu. Gott að sjá okkur í dag. Þó að sólinn sé ekki alveg með okkur, en þá er sól í hjarta, ekki? Og við ætlum að lofa Guði saman í dag og syngja saman. Amen. Að ég eilífða ströndum
gammalt og gott countrylag. David. Langar að lesa fyrir ykkur í Fyrsta Korinthubréfi 1:26 og þetta vers fékk ég þegar ég var 18 ára gömul og bað Guð að nota mig og send mig og hann sendi mig á Ísafjörð einhvers staðar lengst í hjara veraldar og það fannst allavega úlingahópnum mínum í Fíladelfíu í Reykjavík spurði hvert ertu eiginlega að fara og ég sagði á Ísafjörð. Það var eiginlega Ameríka eða Ísafjörð, þú getur séð það. Þannig að Ísafjörð var fyrir valinu og Guð svo sannarlega blessaði þá för því í dag er ég gift Ísfirðing og 5 börn. En ég fekk þetta þegar ég satt og spurði Drottinn, er ég á réttum stað? Og það er oft sem við byggjum Guð akkurat þetta. Þegar við vitum ekki kringumstæðurnar okkar, þær eru öðruvísi eða eitthvað sem við ráðum ekki við, þá gaf hann mér þetta orð og mér fannst ég ætti að gefa ykkur í dag, kannski eru þig akkurat í þannig aðstæðum í dag að þið spurju Guð, Drottinn, hér er ég, send mig eða notaðu mig á þann hátt sem þú vilt gera. Bræður, hyggið að köllun yðar, þér voru ekki margir vitrir að manna dómi, ekki margir máttugir, en ekki margir stór ættaðir, en Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hina vitru kynróða. Og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hina voldugu kynróða. Og ég segi bara amen. Og það segi ég í dag, amen. Þegar fólk spyr, ertu trúaður? Elskar, hvað er þetta rugl í þessari kirkju? Þá er það akkurat þetta orð. Því að fólk veit ekki nákvæmlega hvað Jesús Kristur gerir. Því hann gefur líf í fullri gnægð. Og það er yndislegt að fá að tilheyra þannig frelsara.
Og þegar við eigum erfitt, þá hann akkurat þannig að hann tekur okkur í faðminn eins og við höldum á börnunum okkar. Hann tekur okkur í faðminn og faðmar okkur að sér. Amen. Skulum við biðja saman. Ef það eru bænarefni að þá bara getið létt upp henn til að gefa þetta í kynna að þið eru með bænarefni. Bið fyrir Svandísi. Halleluja. Takk Jesús að þú ert hér í dag, Drottinn minn, til þess að blessa hvert og eitt okkar í dag, Jesús. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú ert bara einni bæn í burtu, Jesús minn. Ég þakka þér fyrir Svandísi þar sem hún er heima núna, Drottinn minn. Ég bið að mæta henni, Drottinn, ég bið að gera hana alheilbrigða, Jesús minn. Ég bið Drottinn að snerta vel líkamann hennar, Drottinn, og gera hann heilan í Jesú nafni. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að hún er þín, Jesús minn, og þú elskar hana, Drottinn minn. Gef henni styrk og kraft hvern einasta dag, heilagi Faðir. Og ég bið fyrir okkur hér sem erum inni, Drottinn, að gefa okkur styrk fyrir komandi viku, Drottinn minn, og gefa okkur kraft, Drottinn minn, og við megum vera vitnisburður fyrir þig, heilagi Faðir. Ég þakka þér fyrir, Jesús minn, að þú munt vera með, Drottinn, og þú munt taka okkur í arma fangið þitt, Jesús minn, og umvefja okkur með þínum kærleika, Jesús minn. Ég þakka þér, Drottinn, fyrir það. Þú blessar þessa stund áframhaldandi, þú blessar ræðumanninn, Drottinn, og gefur okkur eyra til að heyra það ál sem þú vilt gefa okkur í dag, Drottinn minn. Í Jesú nafni, amen. Framundan eru bænastund á þriðjudag, en á miðvikudag er fundur, og þið sem eruð samkomuþjónar, tæknimenn, leiða samkomuna, það væri afar gott að fá ykkur á miðvikudag klukkan 6 og aðri leiðtogar, þannig að endilega mætið með okkur. Við erum að skipuleggja veturinn og það er gott að allir séu með í þessa skipulagningu. Þannig að annars er bara bænastund á þriðjudag og föstudag. Unglingasamkomunir eru byrjaðar aftur. Þær eru á laugardag klukkan 8. Já. Já, einmitt, ég var akkurat. Ég var búin að gleyma því, það er gott. Það er bíó á föstudaginn, ekki bænastund, heldur bíó. Þannig að Torfi ætlar að setja upp trailerinn og myndir sem við fáum að sjá. Amen. Spennandi mynd, þannig að klukkan 8 á föstudaginn. Amen. Það er fórn.
þarna fram með að kveikja á Dísa. Eppi, já. Enginn sem þú, enginn annar getur elskað sem þú, alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn sem þú. Enginn sem þú, enginn
With every breath that I am able, I will sing of your goodness, God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, oh God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Þetta svo yndislegt lag að Guð alltaf með okkur. Halleluja, Jesus. All my life you have been faithful. Syngjum þetta saman. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of Ég lofa því, því allt gafstu mér. Ég vil lofa því, ég lofa því. Því allt gafstu mér. Ég vil lofa þig. Ég lofa þig, lofa þig, lofa þig. Ég lofa þig. Er í nærveru þína ég kem.
er æðra öllum öðrum nöfnum. Það er lækning í nafni Jesú, græðsla í nafni Jesú, það er huggun í nafni Jesú, það er hjálpræði í nafni Jesú. Og fyrir nafni Jesú skal sérhver kné beygja sig. Jesús, ó Jesús, Jesús, við lofum nafnið þitt. Bara lofum nafnið þitt. Lofum nafnið þitt. Hann Aðalbjörn talar til okkar í dag. Aðalbjörn talar til okkar. Ég er ekki alveg viss. Já, komið í gang. Komið öll sæl, það er gaman að sjá ykkur. Ég er með hérna svona, það sem að Guð hefur verið að tala til mín. Og hérna ég er með svona fullt af svona blöðum. Drottinn Guð, þakka þér fyrir að við megum vera hér saman komin í þínu nafni, Drottinn Jesús. Ég biðji himneski Faðir að þú verið með mér þegar ég tala og ég bara þakka fyrir að fá að vera hérna. Síðast þegar ég talaði þá, ef þið munið eftir því, þá talaði ég miskunnsemina þegar kom hingað maður í kirkjuna illa á sig kominn, veikur, auralaus og illa lyktandi og hvernig Guð prófaði mig í kærleika og hvernig ég brást. Og það var aðeins einn maður réttlátur í söfnuðurum, það er að segja maðurinn og konan hans. Og Guð sagði við mig að þessi maður, hann hefði raun að vera bara að bjarga mér frá því sem ég er. Hann var að segja mér það að í dag, núna, þá er það syndin sem ber ávöxt. Að við sem erum hérna núna á Íslandi til dæmis, við erum sem tré og við veitum að mörg tré þeir bera ávöxti, annarkvort góða eða slæma. Og Guð var að segja við mig að
núna á þessum síðustu tímum, þá hefur hann gefið okkur nýtt boðorð. Hann hefur gefið okkur það boðorð að við eigum að elska hvern annan eins og hann hefur elskað okkur. Hann hefur líka talað það til mín úr Mattheusi 4:4 að maðurinn, hann lifir ekki af brauði einu saman, heldur af sérhverju orði sem kemur af Guðs munni. Þetta í hug með maðurinn lifir ekki af brauði einu saman. Ég var einu sinni í Vatnaskógi og það var Snorri og ég ætlaði að vera rosalega fyndinn og skaut og Snorra, hann var að fá sér brauð. Snorri, maður lifir ekki af brauði einu saman. Nei, þess vegna bæ ég með álegg líka. Snorri, þú kemur aldrei á tómum kofanum þegar það er sem Snorri. Snorri er nefnilega alltaf fyndinn og hann er alltaf sannur. Mér langar að segja ykkur það að allt það sem að Guð hefur verið að sýna mér er það að á síðustu tímum, og ég trú því að við erum á síðustu tímum núna, þá munum menn hafna elskunni, menn munum hafna kærleikanum, kærleika Guðs og sannleikanum sem er Jesús. Og ég trú því að við erum að sjá þetta í dag, það er komið svo mikið myrkur yfir allt saman. Og þannig verður þetta í þrengingunni miklu. Eftir því sem beðið meira í tungum, trúi ég, þeim mun meira verður elska okkar til Guðs. Vissi þið það að í fyrra Korinthubréfi 6:9 þá segir Páll að ranglætir menn, þeir munu ekki Guðs ríki erfa. Og ranglætir menn, það er mikið af ranglátum mönnum á Íslandi í dag. Og í öðru Þessalónikubréfi þá segir Guð okkur að hann muni senda, öðru Þessalónikubréfi, annar kafli, 11. vers til 12. Þar segir orðrétt, þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni, þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trú á sannleikunum en hafa velþóknun á ranglætinu. Við sjáum að í dag er ranglætið farið að vaxa. Við vitum það að myrkrið er farið að grúa yfir Ísland. Munið eftir því hvað forsætisráðherrann okkar sagði á Alþingi þegar við verðum að tala fóstureyðingar. Hún sagði að hún hefði helst viljað að konan hefði tækifæri til að eyða fóstrinu þegar það var komið í burðarliðin. Þetta er forsætisráðherrann okkar á Íslandi. Þetta er það sem við höfum kosið yfir okkur. Og við sjáum hvernig myrkrið er farið að vera meira og meira og meira og meira. Þess vegna er Guð að senda megna villu. Menn er farin að trúa því sem er rangt. Menn er farin að trúa því sem er ekki rétt. Menn trúa því að Guð sé ekki góður. Menn trúa því að Biblían sé bara gamaldags, sé bara vitleysa. Við þurfum ekki á Guði að halda. Þannig að ranglætið það er farið að vera meira og meira og meira. Menn er farin að vera ólínir Guði. Vitið þið það að þjóðkirkjan, biskup þjóðkirkjunar, eða kona, hún segir að hún þurfi núna að fara að læra utan að hvað eru mörg kyn í landinu. Við vitum, við höfum karlkyn og kvenkyn. Í málfræðinni þá höfum við hvorugkyn. Annarkvort ertu karl eða kona. En nú er farið að kenna það að það séu mörg kyn. Þú getur verið bara hvaða kyn sem er. En vitið þið, þegar fornleifafræðingar er að grafa í gömlum gröfum og þeir finna beinagrind, þá finna þeir annarkvort var þetta karl eða kona. Það er engin önnur kyn. Þetta er þessi megna villa sem óvinurinn er að koma með. Og vitið það að óvinurinn, hann er nefnilega faðir lyginnar, hann er alveg óskaplega flinkur að ljúga. Sjáðu til, þegar hann var í Edengarðinum og hann talaði til Evu, að þá spurði hann Evu, er það satt að Guð hafi sagt? Og síðan sagði hún, já, hann sagði að við mættum ekki borða trénu og ekki snerta trénu, sem var reyndar ekki rétt, við máttum alveg snerta, það mátti ekki borða þessu tré. En hvað sagði hann meira? Óvinurinn. Hann sagði, vissulega munið þið ekki deyja. En hvað hafði Guð sagt?
þið muni deyja ef þið borðið af þessum ávexti. Og eitt sem er svolítið óhugnalegt. Adam, hann stóð við hliðina á Evu, hann hlustaði á allt saman. Og ég er alveg viss að hann hefur hugsað með sér, ok, við látum Evu borða af ávextinum, ef hún deyr, þá borða ég ekki. Þetta er hugsunin hjá kallinum. Og hann sá, ok, hún borðaði ávextinum, hún dó ekki, það gerist ekkert. Þannig hann borðaði líka. En vitið þið, Jesús segir að djöfullinn sé lygari frá upphafi. Fyrsta lygin sem að hann kom með, það var á himninum. Þegar hann laug að englunum að hann væri jafn Guð eða jafnvel hærra settur en Guð. Næsta lygin var þegar hann var á jörðinni, þegar hann byrjaði að ljúga Adam og Evu. Það er akkurat þetta sem hann er að gera núna. Hann er að koma með megna lygi inn í kirkjurnar, inn í þjóðirnar. Við þurfum ekki á Guð að halda. Guð er vondur, Guð er ekki góður. Gerið bara það sem að ykkur dettur í hug. En Guð segir í Rómverjabréfinu, eða Páll segir í Rómverjabréfinu, 1. kafla og vers 18, að reiði Guðs mun ópeberast af himni yfir öllu guðleysi og rangsleikni. Þannig að við sjáum að við erum komin inn í þrengingarna núna, trúi ég, vegna þess að ég var í sumar á keyrðum við hjónin vestur Ísafjörð og þegar við vorum að keyra á Þjóðveginum þá byrjum við að sjá svona skilti. Nú ert að komast inn í þennan hrepp, Súðavíkurhreppur, þú ert að komast inn í þetta og þetta, alls staðar svoleiðis. Við erum akkurat að þeim stað núna, ef við skoðum Biblíuna, að það eru alls konar svona skilti, því að Jesús sagði að á síðustum tímum þá munum koma svona örðuga tíðar, við munum byrja að sjá og heyra, það er ófriður hér og ófriður þar og það munum koma svona plágur og jarðskjálftar. Við erum að sjá þetta allt í dag, en það er ekki þar með sagt að við séum komin að endalokunum. Þið sjáum við þegar við keyrum frá Reykjavík hingað til Reykjanesbæjar, þá byrjum við að sjá skilti. Fyrsta skiltið sem við sjáum er Vatnsleysuströnd. Ok, við vitum nú erum við að fara fram hjá Vatnsleysuströnd. Þannig við sjáum núna með þessi skilti að við erum að komast alltaf nær og nær enda á lokunum. Myrkrið er að fara að vera meira. Sjáðu til 1978 voru samtök stofnuð sem við kallum samtökin 78 og ég man eftir því að það fannst öllum þetta voðalega óhugnalegt. Þetta var ekki eitthvað sem var ekki í lagi. Kirkjan var á móti þessu. Í dag þá er þessu vel fagnað. Sjáðu, síðan 1978 og núna 2020, hvað er þetta stuttur tími? Stuttur tími sem hefur tekið að snúa þjóðinni frá Guði, frá ljósinu yfir í myrkrið. Þannig að við sjáum að við erum á þessum síðustu tímum áður en að Jesús kemur. Það eru núna blekkingar og legar, en við þurfum að þekkja reikningarnar og við megum ekki láta blekkjast. Vitið það í 1. Tímóteusarbréfi, 4. kafla og versi 1, að þar segir Póstulinn að andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga á trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum illra anda. Það er þetta sem er að gerast. Sumir ganga á trúnni af því að Guð hefur engin svör. Guð er ekkert að tala til okkar. Það er út af því að við gefumst upp vegna þess að tíðrandinn er þannig. Okkur líður ekki vel. Þá förum við eitthvað annað. Við erum alltaf að leita að einhverju. Þannig að það er komið eitthvað annað fagnarerindi heldur en það sem að Biblían kennir. Guð fór að sýna mér fyrir ekkert svo rosalega löngu síðan að ég get haft annan Jesú í mér heldur en það sem að Biblían kennir. Til dæmis, ef að ég segi, já, minn Guð, hann er alveg samþykkur því að ég fari hérna niður á Rá og drekki mig fullan. Hann er ekkert að gera athugasemdir við það því að ég er að fara þarna í þeim tilgangi að boða trú. Og ég er búinn að sannfæra sjálfa mig að þetta sé allt í lagi. Ég meina, Guð er alveg sammála, þetta er allt í lagi. Þannig að þá er ég komið með annan Jesú. Þá er ég komið með eitthvað annað
fagnarefandi heldur en það sem er í Biblíunni. Og þetta er það sem að Guð vill ekki að ég sé að gera. Og við tökum eftir því að tíðarandurinn er annar, að það sem að var óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan er vel liðið í dag. Takið eftir því, skilnaðir í kirkjun í dag. Það sem mér finnst svolítið skrítið er það að Guð segir, ég hata hjónaskilnaði. Þú gengur inn í kirkju og þú ert gefinn saman fyrir framan fólkið í söfniðinum og fyrir framan Guð. Síðan eftir 1, 2 ár, 3 ár, þá ferðu til sama forstöðumanns eða prest og biður hann að lesa því í sundur. Og hann gerir það. Síðan finnur viðkomandi annan maka, eða þetta kona, annan kallmann eða þetta kallmaður, aðra konu, fer til sama forstöðumanns og biður hann að gefa sér saman aftur. Hvernig er þetta að blessa það sem að Guð hatar? Mér finnst þetta alveg óskaplega skrítið. Vitið þið það, þegar ég gekk að eiga mína yndislugu konu, þá var ég búinn að segja við Kristinn, þegar Guð hafði sagt það við mig, að það væri ekkert til sem að héti hjónaskilnaður. Það væri aðeins tvennt til, ef ég ætlaði að skilja við hana. Það væri það að ég myndi deyja, eða þá að hún myndi bara kála mér. Það væri ekkert öðruvísi. Síðan þegar við förum, eða ég fer til Filippseyja og við erum að fara að gifta okkur, þá er þarna hvítasunnuprestur og hann er með svona hljóðnema og hann horfir á mig og svo öskrar hann í hljóðneman 3 sinnum, engin hjónaskilnaður, engin hjónaskilnaður, engin hjónaskilnaður. Hann las upp úr Biblíunni þar sem hann segir, Guð hatar hjónaskilnaði. Ég er ekki komin til að gefa ykkur saman til þess að þið farið í hjónaskilnað. Og ég var svo hamingjusam vegna þess að þetta var akkurat það sem Guð hafði sagt við mig. Þarna var þessi prestur að segja þetta sama og Guð hafði sagt við mig. Vitnisburður 2 eða 3 tekin gildur. Það er ekkert sem heitir hjónaskilnað í dag. Þess vegna ég skil ekki alveg af hverju fólk er að fara út í hjónaskilnað. Af því að Guð hatar hjónaskilnaði. Hann er líka á móti því að við séum í sambúð, óvígri sambúð. Vitið þið það að vera í óvígri sambúð, þú kemst ekki inn í himnaríki. Guð er á móti því. Og hann er líka á móti því sem við köllum samkynhneigð. Hann hatar ekki þetta fólk, hann elskar þetta fólk, en hann segir þetta er synd. Gerðu iðrun, stoppaðu. Þannig að við sjáum það að í öðru Tímóteusarbréfi, 4. kafla og versi 3-4, að þá segir Páll Póstuli að það eru sum sem þola ekki sannleikann. Þeir þola ekki að heyra sannleikann. Þeir þola það ekki þegar þú segir þeim sannleikann. Til dæmis þegar þú segir fólki sannleikann helvíti. Þú getur endað í helvíti ef þú gerir þetta og gerir hitt. Ef fólk trúi því ekki. Fólk vill heldur koma með málamiðlanir. Vitið þið þegar ég er svo blessaður að ég er í þessari kirkju og þegar ég hlusta á Kristinn og eins á hann Snorra, þegar þeir eru að predika, það eru enga málamiðlanir hjá þeim. Það er bara hreint og beint orð Guðs. Þetta segir Guð. Það er enga málamiðlanir. Vitið þið það í Opinberunarbókinni, þá er Jesús, þegar hann birtist honum Jóhannesi, þá er hann að tala við söfniðina og sumarsöfniðina og hann er að segja við að það hef ég á móti yður. Það eru þessar málamiðlanir. Það er ekki allt í lagi að segja, þú getur lifað í sambúð, Guð er alveg sama. Guð er nefnilega ekkert alveg sama. Hann er ekki með neina málamiðlanir. Guð getur ekki sagt við okkur, það er allt í lagi að ljúga og stela svíkjandan skatti. Nei, Guð er ekki með neina málamiðlanir svoleiðis. Það sem að Guð segir, það stendur hann við og það hefur ekkert breyst. Guð er svo sami, að Jesús er svo sami í dag og gæra allar aldir. Orð hans hefur ekkert breyst. Þetta er bara svona. Þannig við þurfum að skipta hægt að vera í lyginni, nú ég tala fyrir sjálfa mig, ég er ekki að tala ykkur, ég er að tala sjálfa mig, hægt að vera í lyginni og vera í sannleikanum. Í Jesaja 5. kafla og vers 20-21, þá segja þar segir hann að menn munu kalla hið illa gott og hið góða illt. Það er akkurat það sem er að gerast í dag.
þegar myrkrið er orðið svona rosalega mikið, þá fara menn að segja að hið góða er vont og hið vonda er gott. Og menn þykjast vera vitrir og hygnir að eigin áliti. En Guð, hann segir í raun og veru, og hann er kannski að tala það kannski beint til mín, ef við förum í Jesaja 32. kafla og vers 5, þá er Guð að segja, þá verður heimskingin eigi framar kallaði göfumenni og hinn undurföruli eigi sagði veglindur. Að þeir sem að hafna Guði, þeir eru kannski núna kallaði göfumenni og þeir sem eru undurförulir eru sagðir veglindir. Það er búið að snúa þessu öllu á hvolf. Það er ekki þetta sem að Guð vill að við séum að gera. Og síðan var Guð að tala við mig, hvernig getum við verið viss að okkur séu sagðir sannleikurinn? Hvernig vitum við það? Jú, með því að þekkja Biblíuna, með því að þekkja Jesú og með því að tala í tungum. Vitið þið það, þegar ég var alkoholisti, þá fór ég á agafundi. Og Guð var að sýna mér að það er til tvenns konar tré. Guð notar oft svona myndmál, hann notar að menn sé eins og tré. Þið vitið í Sálmi 1, það sem er tré sem er gróðursett og það ber ávist á réttum tíma. Hann sagði við mig, Aðalbjörn, þú ert tré. En það sem ég hef á móti þér er það að þú ert ekki með gott tré, þú ert vont tré, þú hefur slæma ávexti. Þetta var þegar ég var í AA-samtökunum. Þegar ég var í AA-samtökunum, þá var ég vont tré. Ef þið veitir að vont tré það ber slæma ávexti. Og þegar ég var að fara á þessa AA-fundi, þá var tréð með svona slæma ávexti og þá vildi ég að fara og rífa ávextina af þessa slæmu. Það er það sem að gerist þegar þú fer að AA-fundi. Þú fer að tala um hvernig þið líður, þá ert að taka ávextina af. En svo eftir smá tíma þá er komin nýjir græðlingar. Þú ert stöðulega að vera að taka þetta af. Og þú ert eins og í langhlaupi. Þú ert að hlaupa í hringi og hringi og hringi. Og þú nærð aldrei takmarkinu. En þegar ég frelsaðist, þá átti ég mig á því að ég var fann að hlaupa í hringi og hringi. En ég náði aldrei takmarkinu sem var Jesús Kristur. En þá átti ég mig á því að takmarkið eða markið, það var Jesús Kristur, að þegar ég loksins komst í mark, þá átti ég mig á því að ég var ekki lengur alkoholisti. Hvernig fór ég að þessu? Jú, ég átti heim á Blönduósi, þetta var haustið 2004, og þá var ég draumsýn. Þið vitið, gamalt fólk fær drauma og allt það úr Jóel. Ég fekk draumsýn. Það var þannig að það var maður, það var verið að pína mann. Hann var allsnakinn og það var svona stór, svona stólpi og hann hékk svona, hann rétt gat tilt tánum, hann hékk svona og ég var með svona svipuskaft og það var svona langur, svona, hvað maður segja, svona svipa, svona leðurrenningur og það var búið að setja svona eins og glerbrot og svona leirbrot inn í þetta. Og síðan var ég að slá þennan mann og þetta snerist utan hann og svo tókaði maður í og þá byrjaði hann að skerast. Og ég var að slá þennan mann. Allt í einu þá snýr þessi maður sér svona við og horfir beint í augun á mér og segir við mig, Aðalbjörn, er þetta virkilega þú eftir allt það sem ég hef gert fyrir þig? Allt í einu átti ég mig á því, þetta var Jesús sjálfur. Ég var að berja Jesú og hann sagði við mig, mér heyrðist ég heyra í andanum, það var sagt við mig, að í hvert skipti sem að þú ferð á AA-samkomu og þú ert frelsaður maður og þú byrjar að játa út að þú sért alkoholisti, þá ert þú að berja mig upp á nýtt. Hann sagði, í raun og veru ert þú að skyrpa á blóðið mitt vegna þess að þú segir að blóð mitt sé ekki nóg fyrir þig.
Þetta var það sem að mér var sýnt. Ég man að ég var niður, ég var bara í lostið þegar mér hafði dreymt þetta þegar ég vaknaði. Svo nokkrum mánuðum seinna, þá dreymdi mig annan draum. Þá sá ég Jesú og þá var hann á krossin. Hann hékk svona á krossinum, hann var, ég veit að ég hef sagt ykkur þetta áður, en ég ætla að segja ykkur þetta samt, hann var allsnakinn. Það var búið að misþyrma honum alveg óhugnanlega. Og ég man, og ég get alveg séð það fyrir mér, að annað auga á honum lá svona niðri. Nefið á honum lá út á aðra kinnina. Það sást í kinnbeinin, það sást það eins og væri búið að taka varirnar af honum. Það sást í munnin á honum. Það sást í rifbeinin. Það sást það var búið að eyðileggja kynfærin hans. Það var búið að skemma allt á honum. Og í þessari sýn, þá sá ég hann að eins og ég væri með svona sjónvarpsskjá að vera að zooma á hann. Og ég sá, og ég heyrði, það var sagt við mig, þarna, það var svona bréf, það var sagt, þetta er skuldabréfið. Nafn þitt er á skuldabréfinu. Syndir þínar hafa verið fyrirgefnar. En svo var sagt, þetta er ritað með blóði mínu, ef og þú syndgar, gerir eitthvað sem er ekki í lagi, þá mun nafnið þitt dofna. Nafnið mitt með hverfa. Mörg ár skildi ég þetta ekki, þangað til ég sjá þetta í Åpenbarunarbókinni, þar sem að Jesús er að segja að hann muni og hann er sá eini sem getur afmáð nafn okkar úr lífsins bók. En þegar ég sá hann þarna á krossinum, þá sá ég líka að til hliðar, og þá var hann í anda, þá var hann að taka á sig alla sjúkdóma sem til eru í himninum. Ég sá hann var að taka á sig krabbamein, heilaæxli, hvernig það byrjaði á fyrsta stigi og hvernig það fór á síðasta stigi, en hvernig hann vann það. Allt í einu sá ég líka hvernig honum leið eins og hann væri kona sem hafði verið nauðgað. Hann vissi hvernig henni leið. Hann vissi líka hvernig nauðgar honum leið. En hann sýndi mér að hann komst í gegnum þetta. Hann sýndi mér hvernig konan gat fyrirgefið nauðgar honum og hvernig nauðgarinn gat fyrirgefið sjálfum sér og fengið fyrirgefningu frá Guði. Allt þetta gerði hann í þessum, þegar hann var á krossinu var mér sýnt. Allt í hennu var það bara augljóst fyrir mér sem segir í fyrsta Pétursbrefi 2:24, hann bar sjálfur syndi voru að líkama sínum upp á tréð til þess að við skildum deyja frá syndunum að lifa réttlætinu. Fyrir benjar Jesú eru við heil. Fyrir benjar Jesús eru við heilbrigð. Að ef við höfum trú þá getum við fengið lækningu. Þetta var það sem að Guð var að sýna mér. En það sem að Guð segir líka við mig er það, eins og Snorri talaði núna síðasta sunnudag, að í tímatilsabréfi, kafla 3 og versu 16, að þegar við erum að lesa Biblíuna, sér hver ritning hún er innblásin af Guði og nytsun til fræðslu til umvöndunar, til leiðréttinga til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúinn og er gjör til sérhvers góðs verks. Ég fór að velta fyrir mér, erum við að lesa Biblíuna í þessum tilgangi? Eða erum við bara að lesa Biblíuna eins og þetta sé einhver skemmtibók? Guð fór að sýna mér Mattheus 4:4, þar sem hann segir að maðurinn, hann lifir ekki að brauði einu saman, heldur að sérhverju orði sem kemur út af Guðs munni. Þess vegna þarf ég stöðulega að lesa í Biblíunni, ég þarf stöðulega að fá orð Guðs inn í mig. Og þið vitið að þjófurinn, hann kemur aðeins til að stela, slátra og eyða. En það er Jesús sem gefur okkur líf. Sá sem trúir á Soninn, hann hefur eilíft líf. Ekki sá sem trúir honum, heldur trúir á hann. Það er munur af því að trúa á Jesú eða trúa honum.
Þú þarft að gera hvort ekki. Þú ert að trúa honum og trúa á hann. Það er þetta sem Guð er að segja við mig. Og Guð var að líka segja við mig að ég þarf að vera, þegar ég er að hlusta á predingarnir hér, að það þarf ég að vera eins og gyðingarnir sem voru í Beróju, munið eftir þeim. Þetta er í Póstulögusögunni, 17. kapla og versi 11. Að þar segir Páll, eða Lúka segir, að þar voru gyðingar í Beróju, þetta þegar Páll var rekinn í burtu frá Þessalóníku, og það segir, þar voru gyðingarnir veglindari enn í Þessalóníku, því að þeir tóku við orðinu með allri góðfýsi og rannsökuðu duglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið þegar Páll var að útskýra fyrir þeim ritningarnar. En við vitið að ef að því ég var að tala við ykkur um A-samtökin og allt þetta, að Guð segir við mig, og hann er að tala við mig núna, ég er svona í samtali við Guð. Þið vitið, ég fór eins og til Thailands með Elias J. Svandísi og þar gerðist alls konar undur, tákn og kraftaverk. Ég hef líka farið til Danmörkur og það er gerst undur, tákn og kraftaverk og eins líka hérna á Íslandi. En Guð er að tala við mig núna, hann er að segja við mig að ég er ekki ánægður með þig, Aðalbjörn. Þú þarft að breytast. Guð hefur verið að sýna mér ýmsa vankanta sem ég þarf að sníða af mér. Og eins og ég sagði ykkur áðan, andinn hann myndi mig á AA og það sem að þar eru að við mannfólkið erum eins og í myndlíkingu sem tré, annarkvort er tréð gott eða tréð er vont. Og ef við förum í Mattheus 7. kapla og vers 15, að Guð segir við mig þar að Mattheus 7:15 Guð segir við mig þar að við höfum að varast falsbámennina því þeir koma til þær í sauðaklæðum og en innra eru þeir gráðir vargar. Guð var að segja við mig, þú ert eins og falsbámaður. Og ég fór að velta fyrir mig, hvernig get ég verið falsbámaður? Jú, þú ert að leiða sjálfa þig á villigötu. Ég skulum lesa hérna frá versi 16 og áfram. Hann segir að ávöxtum þeirra skuli þér þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þislum. Þannig, ég er í versi 17, ég les til vers 20. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað á ávöxtuna þeirra skuli þér því þekkja þá. Ok, nú ætlum ég bara að segja ykkur hvað Guð er að tala við mig núna, að hann er að segja við mig að ég sé eins og falsbámar því að ég er að tala einhverja vitleysu inn í mitt eigið líf. Ég er að leiða sjálfa mig á þann veg sem ég á ekki að vera. Og hann segir, ef þú deyðir ekki þetta slæma tré, þá ert þú í vondum málum. Og ég spurði Guð, hvernig ger ég það? Hann svaraði mér með því að tala í tungum. Ef þú lagar ekki þetta, þá vil ég sýna þér svolítið, sagði Guð. Og hann sagði við mig, þú skulum skoða Mattheus 7:21. Og hann segir, ekki mun hver sá sem við mig segir, Herra, Herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn að gjöru vilja föður minns sem er á himninum. Guð var að segja við mig, þú ert sjálfselskur, þú ferð stundum þína eigin leiðir, þú veist alveg að elskan á að vera flærðalaus, en hún er það ekki. Ég ætla að segja ykkur sögu, ég var að hjálpa manni, hann er múslimi, hann misti vinnina sína og hann hafði ekki fengið laun og ég fór með honum í vinnumálastofnun og í verkalýðsfélagið og ég hjálpa honum og allt gekk alveg rosalega vel og ég var náttúrulega alveg rosalega ánægður með sjálfa mig. En Guð fór að segja við mig, það sem ég hef á móti þér er það, hvernig þú talaður þennan mann. Ég var að tala við konuna mína og ég sagði,
við konuna mína, þessi maður, hann er svo vitlaus, hann er svo heimskur. Og Guð sagði, þú talar ekki svona við þann sem ég elska. Hann er fávís, en hann er ekki vitleysingur, hann er ekki fáviti. Það er þetta sem Guð vill að ég losi mig við. Það er þessu slæmu orð, hann segir, þetta er slæmur ávöxtur. Elska þín er ekki flærðalaus. Þú ert eins og með augnþjónustu. Þegar einhver sér til þín, þá vinnur þú vel, en þegar enginn sér til þín, þá ert að slæpast og gera ljótt og vont. Þannig að Guð er að segja við mig, hættu þessu, þú þarft að losa þig við þessa slæmu ávexti, því ef að þú gerir það ekki, þá mun þetta gerast. Þú munt ekki geta gengið inn í himnaríki vegna þess að ég er ekki með þér í því sem þú ert að gera. Stundum ert þú að gera þetta og gera hitt, segir hann við mig, en þú ert að gera þetta fyrir þinn eigin hagnað. Þú ert að lyfta sjálfum þér upp. Þú ert ekki að lyfta mér upp, segir hann. Þetta er mér finnst þetta alveg rosalega slæmt. Ég meina, ég geng kannski og ég sé einhvern sem er illt í bakinu og ég legg hendur yfir hann og hann læknast og Guð segir, þú ert að gera þetta fyrir sjálfa, þú ert að reyna að upphefja sjálfa þig. Og hann benti mér á að það eru til predikarar sem að fara út á götur og ég segi, sumir, ekki allir, og þeir eru með menn með myndavélar til að taka myndir af þeim. Og það er allir, wow, rosalega flottur þessi. En þeir eru ekki að gefa Guðdýrina. Þeir eru að upphefja sjálfa sig. Þetta er þetta slæmatri eða slæmu ávöxtur sem að Guð er að segja, ég vil þetta ekki. Guð segir, ég vil að þú elski mig meira heldur en alla aðra. Ég vil að þú hættir þessu og hann er búinn að segja við mig. Þú þarft að fara að biðja meira í tungum og þú þarft að fara í föstu. Og það er svolítið fyndið að kona mín er búin að vera að segja við mig að ég þurfa að fara í föstu. Ég þarf að fara að létta mig. Þannig að Guð er að tala til konuna mínar. Og Guð sagði líka við mig að lesa bréf Páls til Rómverja, 12. kafla vers 9, þar sem hann segir, elskan sé flærralaus, hafi andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Mér finnst bara stundum alveg rosalega erfitt að vera góður maður. Vegna þess að þetta slæma, það kemur svo oft upp í mér, en að því að Guð elskar mig, að þá talar hann til mér. Hann hefur sagt við mig, ég hef áætlun handa þér, en ég get bara því miður ekki nota þig vegna þess að þú ert ekki á réttum stað. Þú ert á röngum stað, þú ert komin inn í eitthvað myrkur sem þú komið sjálfum þér inn í. Þú þarft að koma þér inn á þann stað sem ég vil að þú sért á. Hann er að segja við mig að elska fólk að sýna kærleika, það er ekkert allra. Og hann segir líka að hugsanir mínar og hugrenningar eru Guði ofnar. Hann veit hvað ég er að hugsa og hvernig ég tala, en Guð vill að ég ber ekki slæma ávexti. Og hann segir við mig, hann talar svona við mig, ég veit ekki hvort hann talar svona við ykkur, hann talar svona við mig, hann sagði við mig, farðu í Matteus 23:27. Og ég fór að skoða þetta, þá segir það, Jesús er að tala við fariseana og fræðimennana, hann segir, vei yður fræðimenn og farisear, hræsnarar, við líkist hvítum, kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan, en innan eru fullar af dauðra manna beinum og allskyns óþverra. Guð var að segja við mig í raun og veru, að ég er svo rosalega fallegur, þið sjáu hvað ég er fallegur og myndalegur, að hið innra, þá er það ekki svoleiðis. Guð vill að ég sé fallegur af utan og innan. Og Guð sýnir að á síðustu tímum þá munu koma falsmámenn og hann er að segja við mig, ok, ekki vera þessi falsspámaður og þeir munu afvegaleiða hina trúuðu. Ok, ég er í raun og veru, segir Guð, ég er að reyna að afvegaleiða sjálfa mig. Síðasta sunnudag, eða þar síðasta sunnudag, þá talaði systir mín, hún Rosemary, ég var rosalega ánægð með hana, hæ Rosemary, hún var að tala það að hún vildi að hver og einn færu út og reyndi að ná í eitthvað til þess að koma með inn í kirkjuna. Ef við myndum hver og einn fara og ná í 2 einstaklinga að þá eftir smá tíma þá væri kirkjan orðin full af fólki. Og ég hugsaði með mig, já þetta, mér líst vel að þetta er rosalega flott. Ég var líka að tala við mann, vinn minn, og hann var að segja við mig að kirkjan, hún væri svona eins og
þessi kirkja væri eins og hún væri í leinum, leynikirkja. Við ættum ekki að fara út. Ég fór að velta fyrir mig, þetta er ekki alveg það sem Guð vill að við séum að gera. Við eigum að fara út, við eigum að boða trúna. Og þá byrjaði Drottinn að útskýra fyrir mér að í Mattheusi 5. kapla, vers 14-16, að þar segir Guð, þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist, ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliger heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þetta er okkar það sem að Guð var að sýna mér að Rósmæri, vinkona okkar og systir, vill að við gerum, ekki fara að taka ljósgerð og setja niður í kjallara. Nei, við skulum fara með ljósgerð út svo að fólk sjáu. Þeir sem eru í myrkri að þeir geta þá komið til okkar. Vitið það ef við erum í herbyggi sem er almyrkrað og það eru 3 og 4 með svona kyndla, að ef við byrjum að slökkva einum kyndli þá byrjar myrkrið að koma og ef við slökkvum á öllum kyndlanum þá er ekkert nema myrkur. En einn kyndill, hann lýsir vel því að myrkrið það fælist ljósið. Myrkrið getur ekki tekið við ljósinu. Þess vegna fannst mér þetta svo gott hjá systur minni að segja við þyrftum að fara út. Við gerðum þetta í mörg ár og svo hættum við þessu. Við þurfum að gera þetta aftur, við þurfum að fara að vera ljós sem að sýnir öðrum og lýsir öðrum. Og Páll segir, eða Jesús segir að þannig lýsir ljósiðar meðal mannana að þeir sjáu góðverkiðar og vegsami föðuriðar sem er á himninum. En Guð sagði við mig, þú ert vont tré. Guð er ekkert að tala illa til mér, hann bara talar svona, útskýrir fyrir mér, þú ert ekki þetta tré sem ég vil að þú sért, ég vil að þú sért gott tré og þú þarft að breyta þér. Og hann segir líka að elskan mín, elskan mín á ekki að vera fölsk og kærleikur minn á ekki að vera svíkull. Ég á ekki að elska sjálfa mig meir en hann og þess vegna er Drottinn Guð að áminna mig og hann segir að Pétur postuli segir í fyrra bréfi sínu í 4. kaplann og vers 17 því að nú er tíminn kominn að dómurinn byrja á húsi Guðs. Guð byrja að dæma mig, hann byrja að taka mig í gegn. Því hvert hann son sem hann elskar, hann tekur hann og tiftar hann til. Fyrir mörgum árum síðan, þá var ég að lesa Psalm 23, vegna þess að ég hef oft verið svona óstílátur og Kitty hefur stundum þetta áminna mig, að það segir í Psalmi 23, sprotið þín og stafur hugga mig. Ég fór og breyti þessu og segi, sprotið þín og stafur bagga mig. Vegna þess að þið vitið að stafurinn sem að hirðinu var með, hann var svona boginn að þegar sauðirnir voru að fara eitthvað í burtu og þá var þetta sett á hálsinn og þeir voru dregnir tilbaka. Það er það sem að Kristinn hefur svo oft gert þegar ég er að fara í einhverja vitleysu. Þess vegna er ég svo ánægður með Kristinn að hann hlýðir Guði og Guð hefur talað til hans að tala mig til, hegna mér ef að ég geri rangt. Þegar ég tala með hegna mér þá var það að sýna mér í ritningunni hvað ég geri rangt. Og það er ekkert alltaf sem að mér finnst það skemmtilegt. En ég tek því vegna þess að hann er andlegur faðir minn. En allavega Guð segir, nú er tími kominn til að dómurinn byrja á húsi Guðs. En ef hann byrjar á oss, hver mun þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýnast fagnaðarerindi Guðs. Og að endingu, þá langar mig að segja ykkur, að því að ég er að tala að ég sé slæmtur að því að ég kom hérna inn, þá setti Guð svona próf fyrir mig og að því að ég er þá náttúrulega félli á þessu prófi, bara leið og ég kom inn. Málið var það að systir mín, yndisleg systir mín, Elisabeth Dóris Eiríksdóttir, hún kom til mín og sagði að það eru reglur hér að það eiga að vera mist 2 metrar á milli og ég bara brást ekki rétt við, þannig að mér langar að segja við þig, Dóris mér, bara ég ætla ekki að biðjast afsökunar, ég ætla að biðja þig fyrirgefningar. Ég stend hérna og ég segi bara fyrirgefði að ég skildi bregða svona við. En málið er það að Guð, hann segir sko að við séum svona eins og gullmóli, að þegar búið að höggva gull út úr bjargi, að þá þarf að bræða gullið
Og þegar verið að bræða gullið þá er alls konar aðrir málmar, það er kallað sori. Og þannig þegar verið að bræða þetta þá kemur sorin upp. Og það var það sem að gerist hjá mér, að því að Guð er að vinna í mér, að sorin koma allt í einu upp, að það þarf að fleyta soranum í burtu, þetta er eins og þegar þeir að sjóða kjöt, þá þarf að taka soran í burtu og það sem eftir verður, það verður hreint gull, eitthvað sem er hreint og fínt og það er akkurat þetta sem Guð er að gera við mig núna, hann er að umbreyta mér og á meðan ég er ekki algjörlega umbreyttur að þá kemur svona sori upp mér, bara því miður, ég bið ykkur að fyrirgefa mér, en að endingu þá langar mig að segja ykkur að ég hef bara ákveðið það að ég vil vera gott tré sem ber góða ávexti og í því tilviki þá ætla ég að lesa upp hvaða ávexti ég vil bera í Jesú nafni. Það er Galatabréfið, það er 5. kafli, það er vers 22-23. Og það segir, en ávextur andans er, og þetta er þeir ávextir sem ég vil bera í mínu lífi, eru kærleiki, það er gleði, það er friður, það er langlindi, það er gæska, það er góðvild, það er trúmennska, það er hógværð og bindindi. Þetta er þeir ávextir sem ég vil hafa í mínu lífi. Ég test það einhver tíman, en allavega eins og ég sagði, dómur Guðs er byrjaður á húsinu hans, hann er byrjaður allavega á mér, hann er að fara að útskýra fyrir mér hvað ég gerir rangt og hvað ég þarf að gera til þess að breyta mér. Ég þarf að deyða þetta vonda tré sem er í lífi mínu og hann sagði mér, þú deyðir það með því að fara í föstu og biðja. Þú getur ekki gert það með eigin vilja, það er ekki hægt. Það er aðeins ég sem get gert þetta og þú þarft að vilja það því ég fer ekki gegn þínum eigin vilja. Þú getur valið þína leið en ég er að senda til þín fólk til þess að leiðbeina þér og leiðrétta þig á vegið þínum. Þetta er það sem ég langaði að segja ykkur að við erum á þessum vonda tíma núna, við erum á þessum síðustu endatímum að Jesús segir varist falsbámennina, við höldum alltaf að það sé einhverja aðrir, en það getur verið bara við sjálf, að við séum falsbámenni í okkar eigin lífi, að við séum að fara með okkur sjálf á rangan veg. Að endingu þá bið ég Guð að blessa ykkur og segi bara Drottinn Guð, þakka þér fyrir að ég mátti koma fram með þetta sem að þú hefur verið að segja við mig. Ég bið þig himneski Faðir að þú blessir okkur sem hér eru í Jesú heilaga nafni. Amen. Fyrirgefið mér ef ég verið á langorður og þetta hafi verið þreytandi að hlusta á mig. Smekkurinn, smekkleysa.